Það er Stefán, þetta var bara góður sigur en erfiðari en á föstudaginn. Já, það er ljóst að hver leikur á sitt líf og vinnur stórt í úrslitakeppni. Þá er næsti leikur alltaf erfiður og þetta var mjög erfitt en tókst. Og það er svona síðasta korteri sem þeir svona hristið þér aðeins af okkur. Hvað breyttist þá? Já, við erum held ég bara í betra standi en Stjarnan í dag. Við erum með meiri breidd og hlupum betur. Þannig að ég held að það hafi svona skipt máli og svo spilum við bara góða vörn allan leikinn og markan svo góð. Og það er svona skópsigurinn. Já, það er svona grunnatriðin í þessu. Það má alveg segja það sko. En sko sóknarleikurinn í fyrri hálfleik, þetta var bara eins og fundur á bankasýslunni. En við náðum að laga það. Já, það var svona aðeins líflegri fundur mér í seinni hálfleik. Já, nákvæmlega. Menn voru ekki að fela sér bak við hurðir. En svo náttúrulega bara, já, það er í næstu viku sem þetta byrjar, þá framhaldið. Já, ég held að það sé mánudag, þriðjudag, man það ekki. Og það er bara gaman og fáum gott lið og það er gaman að spila við frábært framlið. Þitt lið er bara í góðu standi? Já, við erum með náttúrulega Rakel Oddný puttabrotnaði sem er áfall. Ragnar Sveins er búinn að vera meidd en vonandi kemur hún inn í þessa leiki. Og en vonandi verður allir klárir, eða svona flestir. Rakel Oddný hefur þá meiðst í síðasta leika eða hvað? Hún meiddist, já, hún puttabrotnaði og við vonumst til að hún komi einhvern veginn inn en við vitum ekki hvenær. Það er ómögulegt að segja hvaða stefnu þetta tekur í úrslitakeppninni. Nákvæmlega. Hversu lengi hún verður? Akkurat.